ég heiti Magnús Kjartan Hannesson og starfa í utanríkisráðuneytinu og hefur verið þar í tæp 30 ár. Afi minn og amma þau byggðu þetta hús sem við erum í núna á sínum tíma og foreldrar mínir tóku svo við og síðan flutti ég og fjölskylda mín hingað inn. Þetta hús var í þjóðbraut því að afi minn var með hesta og hér lágu allir vegir hestamanna lágu hingað að þessu húsi tíma. Þú ert búinn að breyta þessu heilmikið. Já. Hestarnir eru náttúrulega ekki lengur hér inn í bænum, þeir eru komnir í útjaðar og þar sem hesthúsið stóð, upphaflega hesthúsið var rifið en það var endurreist, byggt nýtt hús og þar er núna verður kapella kennd við heilagan Magnús á Orkneyjum, Magnús Orkneyjajarl. En sjálfur er ég alinn upp í Reykjavík og eftir að ég lauk námi í lögfræði þá fór ég til Englands og lauk þar doktorspróf í lögfræði og síðar tók ég sagnfræði, masterspróf í sagnfræði og núna ekki alls fyrir löngu bætti ég við diplómu í alþjóðasamskiptum. Og af hverju velurðu að setja upp þetta kapelli? Það var svona einhver tilviljun sem kom upp með það og ég og faðir minn vorum eitthvað með þetta og eitthvað ætlaði ég að sameina gler og gufu undir áhrifum frá Einari Hákonarsyni sem var búinn að gera gufulistaverk en kapellan endaði hérna í þar sem gamla hlaðan var því að afi minn var hérna með hesthús hérna á lóðinni, alltaf kallað hesthúsið. Þar var hlaða náttúrulega, hestar, fé og hænsni. Og hvað svona, af því að núna er alls konar áhugavert inn í þessu húsi þínu, þú ert búinn að skipta þessu upp í hol, heyri ég. Já. Geturðu lýst því aðeins fyrir mér? Já, hérna þar sem við sitjum, þetta er minningarstofan íslensku konungsfjölskylduna. Áður nú fer lengra, hvað meinarðu með því íslensku konungsfjölskyldu? Ja, Ísland er óumdeilanlega fullvalda ríki 1918 með konung Íslands eins og hann bar heitið og það vill þannig til að þetta var sami konungurinn og ríkti í Danmörku en gagnvart okkur var hann konungur Íslands. Þannig að hans fjölskylda er konungsfjölskyldan íslenska og hér, þetta er sem sagt Lukkuborgarættin og leið er náttúrulega Aldinborgarblóð í þeim því að þó að Aldinborgar ættin var ekki lengur í konungssæti að þá var náttúrulega drottningin Lúísa, drottning Kristjáns IX, hún var af Aldinborgarættinni. Til að setja aðeins í samhengi þá gaf drottning Lúísa Eyrbyggingum altaristöfluna og hérna á veggnum er málverk eftir Lovísu drottningu. En hvaðan kemur þessi rosalega áhugi á íslensku konungsfjölskyldunni? Það er svona eitt leiddi af öðru og við getum nú eiginlega rakið þetta allt í bernsku mína þegar að langamma mín dó, þá var í hennar dánarbúi var portrettmynd af Kristjáni X og Alexandrínu drottningu, konungshjónum Íslands og þessi portrettmynd féll í hlut ömmu minnar og ég bað hann að gefa mér myndina, ég er þá 7-8 ára og ég fékk myndina og hún hefur alltaf fylgt mér síðan og svo starfs míns vegna var ég út í Kaupmannahöfn og þá svona var eitthvað sem kitlaði mig og við byrjuðum að safna plöttum sem tengdust konungsfjölskyldunni
með einum eða öðrum hætti og það kom nú svo sem fleiri platta þar inn. En þegar við snerum tilbaka þá vorum við ákveðin í því að ein stofan, hún yrði minningarstofa íslensku konungsfjölskylduna og það það sem við sitjum í núna. Og veistu eitthvað hvað þú ert komið með marga eða þið með marga platta? Nei. Þetta ekki allt komið upp og það eru nokkrir hérna í kössum og höndruðum. En þetta á allt að fara upp og við erum líka með svokölluðu íslensku platta sem kallaðir eru. En kona mín af kínversku bergi, brotin, flytur hingað til lands 1995 til þess að verða serverína á japanskum veitingastað Samurai sem Kínverjar ráku og við kynnumst 2001 og hún glaðlega tók þátt í þessari söfnunaráráttu minni og var þannig að hún hafði líka þessa áráttu þó hún væri í aðrar áttir og hérna næsta herbergi við hliðina, þar allt kínverskt að heita má og við köllum hana kínversku menningarstofuna. Já. Og eins og þið sáu hér úti þá eru hér kínverskir hermenn. Þeir gæta hússins og garðsins og þau séu nú ekki vopnaðir.